Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Við erum stödd hérna í Hlíðarfjalli á Akureyri þar sem að fyrsta skóflustungan að nýrri stólalyftu var tekin. Heiðurinn fengu 4 þáttakendur á Andrésar Andaleikjunum, 1 frá hverjum landshluta. Við erum að tala bara mjög svipaða lyftu og fyrir í Hlíðarfjalli. Hún mjög svipuð á Fjarkinn. Hún aðeins lengri. Hún lengdin á henni einhverjir tæplega 1200 metrar og hún fer hérna upp í rúmlega 1000 metra hæð og úr þessu náum við fallað sem einhverjir 360 rúmlega metrar. Þetta verður mikið lyftistöng fyrir fjallið að fá þessa lyftu? Gríðarlega. Þetta svona kannski gamla T-lyftan sem hérna upp í bröttustu brekkanum. Hún að fara tálmið fyrir ansi marga. Það ekkert fyrir alla að hanga í þessari T-lyftu og oft erfiðar aðstæður. Tala ekki brettafólk. Þetta mun gera það verkum að fleiri geta nýtt sér að skíða þessar mjög svo skemmtilegu brekkur sem eru þarna uppi og svo náttúrulega bætist við og þetta stækkar líka svæðið töluvert mikið. Þetta ekki bara lyftistöng fyrir fjallið, heldur bæinn líka, ekki satt? Jú, ég held bara Hlíðarfjall náttúrulega stóriðja, umhverfisvæna stóriðja okkar Akureyringa og dregur að sér þúsundir ferðamanna. Hér kemur, það svona kannski yfir veturinn þá taka flestir ákvörðun að fara norður á skíði og ef við getum boðið upp á betri aðstöðu þá vonandi sjá ef við erum þess samfærð að fleiri koma. Það rosalega fáir sem að taka ákvörðun það að renna norður í sund þó að þeir fari í sund eftir þeir búnir að fara á skíði. Þannig að ég held að þetta verði bara nýr segull fyrir svæðið. Að svona lokum, ef við leyfum okkur að horfa dálítið fram í tímann 10-20 ár, hvernig sjáum við skíðasvæði hér í Hlíðarfjalli? Ég vona svo sannarlega að þær hugmyndir sem uppi eru um klá og frekari uppbyggingu á svæðinu og meiri sumarnýtingu. Ég leyfi mig bara að vona að þær verði að veruleika. Ykkur fyrsta skóflustungan að nýrri skíðalyftu, þetta merkilegur viðburður. Það alltaf stór viðburður þegar við stækkum og eflum fjallið að sjálfsögðu og þetta mjög frábær dagur í dag líka til þess að standa í svona að byggja upp. Þessi nýja lyfta verður náttúrulega bara lyftistöng fyrir fjallið og við höfum verið að byggja þetta upp undanfarin ár og við höldum ennþá áfram. Þannig að þetta bara svona áfangi í enn frekar uppbyggingu og við erum opast lánað og stolt af því að nú skulum við vera að byrja þessa framkvæmd. Skíðasvæði hérna í Hlíðarfjalli eitthvað sem Akureyri getur verið mjög stolt af? Við erum gríðarlega stolt af þessu og mjög bara stolt. Við erum bara opaslega montinn af svæðinu okkar og það hefur gengið vel. Við sjáum það bara bæði á uppbyggingunum og reksturunum að það gengur vel. Við höfum líka verið heppin með svona tíðafar og ekki að verra þegar maður fær svona fallegan dag eins og þennan sumardaginn fyrsta. Skíðar þú hérna mikið sjálfur? Ég kem hér annars slagið, ég mætti alveg gera meira af því. Ég hef kannski meiri tíma núna þegar ég hætti í starfinu. En mér finnst alltaf gaman að koma á skíði og ég duglegur af því þegar ég get. Hvað þýðingu hefur svona framkvæmd fyrir svona skíðasvæði? Hún hefur gríðarlega ekki bara fyrir svæðið, heldur bara fyrir sveitarfélagið allt, fyrir atvinnulífið og alla ferðaþjónustuna í bænum. Og þess vegna náttúrulega gríðarlega mikilvægt að þetta frumkvæði sem vinir Hlíðarfjalls, sem eru náttúrulega hluti af atvinnulífinu hjá okkur, sína með því að byggja þetta og hafa frumkvæði því að byggja þetta upp. Þannig að þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu bæði fyrir skíðasvæðið og allt samfélagið á Akureyri. Svæðið hérna býður ekki upp á enn frekari framkvæmdir ef við hugsum um framtíðina? Jú, við erum með hóp í gangi núna sem að skoða möguleikana á frekari uppbyggingu og ekki bara í vetrartíman, heldur skoða líka möguleikana á því að vera hér með heilsársrekstur og ég ekki ennþá sé hugmyndirnar en ég hef svona aðeins lerað að það mikil fjölbreytni á bakvið þær hugmyndir og það það sem við horfum til að geta fengið sem flesta til að koma hingað, ekki bara skíðafólk, heldur fólk sem stundar alls konar útivist og það þetta beautyð við Hlíðarfjall að hingað geta allir komið og allir geta notið. Hermann, þú þekkir tímann að tvenna hérna í fjallinu? Já, heldur betur. En þessi tímartönnur hafa alltaf verið í frekar góðar áttir þannig að
þetta hefur þróast á mjög skemmtilegan hátt. Svæðið leit svolítið öðruvísi út þegar þú komst hérna fyrst að? Það var ekki ein einasta bygging alveg niðað Glerá bænum sem hérna í jaðri Akureyrarbæjar. Og þú hefur komið að þessari uppbyggingu hérna í fjallinu? Já, ég hef gert það einlega frá fyrstu tíð. Það var svoleiðis á sínum tíma, þá var nú bara keppt hérna í fjallinu. Þó var engin mannvirki eða lyftur eða neitt. Þá var keppt hérna ekki langt frá okkur bara í Svíi og Stórsvíi og Landsmót og fleira sem hérna var. Og svo var þetta gangan meira og minna niður í bæ. Vegna þess að hérna þetta bara ganga upp, renna sér niður, ganga upp aftur og svo framvegis. Þannig að maður var alveg hissa hvað voru duglegir að bæði að æfa sig í fjallinu og svo að keppa. Því það var mikið erfiði þó nokkuð erfiði að æfa og keppa á þeim tíma. Þó að sé í dag vissulega erfitt líka, þá hafa lyfturnar gert svo óskaplega mikið og gert það að verkum að þetta orðin almenningseign, skíðaíþróttin og útivistin og Hlíðarfjall hérna, þetta dásamlegur staður sem útivistarstaður fyrir Akureyringa og þá sem hingað vilja koma. Þú þekkir fjallið með engum mannvirkjum. Áttirðu von á því að þú myndir standa hérna í dag með öllum þessum mannvirkjum sem komin eru? Já, það var tiltölulega snemma sem við byrjuðum að láta hugmyndir okkar á blað. En ég held að þetta sé einlega fram úr björtustu vonum sem núna að ske. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.